sæl og blessuð. Óvíða jafn fagurt að ferðast eins og á Ströndum og í Árneshreppi á Vestfjörðum og hvetja alla sem ætla að leggja land undir fót í sumar og annað borð að koma að Vestfirði að leggja leið sína þangað og skoða þessar margrómuðu náttúrufegurð sem þar að finna. Það líka marga veitingastæðum að ræða og gistiaðstöðu bæði í Djúpuvík, gott kaffi og veitingar í Kaffi Norðurfirði. Síðan má ekki gleyma Hótel Laugarhóli þar sem vel tekið á móti fólki og í dag ætla ég að heimsækja hana Þurí vinkonu mína sem rekur Malakaffi á Drangsnesi ásamt foreldrum sínum, henni Valgerði og honum Ásbirni. Ég ætla að taka hús af þeim og taka smá viðtal og býð ykkur velkomin í þáttinn. Velkomin í þáttinn. Sæll og blessaður, takk. Mér langar svolítið til að fræðast Malakaffi. Hvað geturðu sagt okkur? Malakaffi opnað 2008 og við byggjum okkar fyrsta hús, gistihús 2007 og við erum bara búin að vera með opið öll sumur síðan þá. Núna erum við síðan bættum við okkur bjálkahúsi, 10 herbyggjum með private snyrtingu og núna erum við að byggja 7 herbyggja íbúð, þá með lúxus íbúð og fyrir fatlaða og 4 herbyggja uppi og þetta er allt í blússandi gangi hjá okkur. Og hvað getið þið hýst marga yfir nótt? Við eigum að geta hýst núna 50 manns. 50 manns? Já. Og hvað framundan í sumar? Framundan bara, við erum bara komið með uppbókað og verðum með opið veitingahús frá 8:30 til 9 á kvöldin og ætla að bæta við með bláskel og humar og svo hafa ykkur uppákomur. Já, það er gaman að minnast það. Segðu mér aðeins frá, hvað verður á matseðlinum? Á matseðlinum ætla ég eins og ég sagði, humar, bláskel og svo ég náttúrulega með þessa hefðbundnu íslensku rétti. Það þá síðan grásleppa, síðan fiskur, saltfiskur og svo ég með lambalundir, lambafille, sjávarræktarsúpu, honungslaga, íslenska kjötsúpu, plokkfisk, svo náttúrulega bara ferskasta sjávarfang sem við fáum hérna, steinbít og steinbít, ýsu, þorsk, skötusílun náttúrulega. Þannig að þetta bara skemmtilegt. Segðu mér svona í lokin frá foreldrunum þínum. Já, þetta þau eiga þetta batteri og eru búin að vinna að þessu bara síðan 2007. Og við erum pabbi með sjóstöng líka, hann með siglingar út í Grímsey. Og það einnig hægt að fá leiðsögumann og hvað og mamma náttúrulega bara aðalþrifnaðarkonan og sér þrifa herbyggjum og allan umgang bara hérna á staðnum. Pabbi bara að byggja og hefur stoppað ekkert. Ertu ekki bjartsýn á sumarið? Jú, rosa bjartsýn. Þetta byrjar núna, við erum frekar snemma í þessu og þetta á bara eftir að vera rosa gaman. Ok, bara gangi ykkur rosalega vel. Takk fyrir það.